mighty power. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. Halleluja. Drottinn, við tilbiðum, við tegnum þig, prísum þig. Þú ert Faðir Guð. Þú ert sannarlega Faðir Guð. Sannarlega Faðir Guð. Halleluja. Halleluja. Faðir sem hvert faðerni á himni og jörðu fær nafn frá, segir ritningin. Halleluja. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship you, Father God. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. Hallelujah. Amen. Amen. Takk Jesus. Þegar Kitty er að koma sér fyrir hérna upp í þá ætlum ég að fá að minna ykkur á að það er bænastund á þriðjudaginn klukkan 5 og svo bræður, við erum komnir í sumarfrí með kallamotnana á laugardögum. Við ætlum að sofa út núna á laugardögum. Nei, því mig alveg fara út í göngutúr og byrja. En við hittust ekki hér sem á kallamotnum fyrir að haustinu. Þá auglýsum við það nákvæmlega. Gjörðu svo vel til þig. Líka bænastund á föstudagskvöldi klukkan 8. Þá heyrið þið það. Bæn og lofgjörð föstudag klukkan 8. Já, gleðilega sjómannadaginn aftur. Þið sem hafi verið á sjó. Ég var á sjó í svona 10 ár og að því ég ætla að tala góða hirðirinn, að góði hirðirinn hann varveitti mig alveg sérstaklega þá var sérstök vernd yfir lífi mínu. Ég man eftir nokkrum tilfellum þar sem að ef hann hefði ekki gripið inn í þá væri ég ekki hér í dag og hann notaði menn til þess. En þannig að við þökkum Guði fyrir sjómennin okkar og við biðjum fyrir þeim á þessum degi sem og aðra daga. En það sem mig langar að tala í dag er góði hirðirinn og það er vers hérna í 1. Pétursbrefi 2. kafla 2. kafla, já, það er nóg að segja það, og 25. vers. Þar segir: Þér voru sem villuráandi sauðir, en hafið nú snúið yður til hans sem er hirðir og biskup sálna yðar. Og þegar ég var að lesa þetta vers, að þá stóð einhvern veginn upp úr að við höfum sál. Hann er hirðir og biskup sálna vorra. Amen. Og talandi aftur sjómannadaginn, að þá eru margir það var lag sem hljómaði eitthvað, var með svona texta, það eru í lífsins ólgu sjó, að við erum ekki bara á
sjómenn, við sem lifum hér á jörð, við upplifum okkur svo oft í þessum lífsins ólgu sjó. Og í Jóhannes í opinberunarbókinni, hann fekk mynd af vötnunum og hafinu og honum var sagt að vötnin og hafið væru þjóðirnar sem að hann sá. Og hér segir: þér voru sem villuráandi sauðir, og því miður upplifum við það enn þann dag í dag að þjóðirnar og einstaklingarnir meðal þjóðana eru sem villuráandi sauðir. Og ég var að hugsa um það eru svo margir, við erum að tala hérna biskup og hirðir sálna okkar, og hann, vitið það að það eru margir sem tala áhrifavalda í dag, og ég var að hugsa um þetta með áhrifavalda. Ég vil hafa þennan áhrifavald númer 1, 2, 3 og upp í 100 í mínu lífi, Jesúm Krist, drottinn minn. Hann minn áhrifavaldur, ég vil ekki hafa aðra áhrifavalda. En sjáðu til, ef þú ert með áhrifavald og hann á rangri leið, þá hafði Jesús útskýringu á því, hann sagði: ef blindur leiðir blindan, þá falla báðir í gryfju. Og það eru svo margir sem að fylgja blindum í dag, og þeir bara falla í gryfju, því miður. Páll postuli, hann sagði hins vegar: verið eftirbreytendur mínir, verið fylgjendur mínir. Ok, ég vil vera áhrifavaldur, en hann sagði: eins og ég fylgjandi Krist. Hann var ekki að kalla fólk til sín, hann var að kalla það til Krist. Og við vorum að hlusta á mjög öflugan postula í gær sem var með kennslu inn í Fíladelfíu, og ég var einmitt að hugsa að þarna maður sem postuli, og hann var ekki að leiða fólk til sín, hann var að leiða fólk til Krist. Það var þunga miðjan, og það er alveg frábært að sjá unga menn sem að hafa reist upp kirkjur af því að þeir fylgja Kristi í borg eins og New York. Og hann var að segja okkur það að hann áhrifavaldur í sinni borg, þessi maður, og hann hefur áhrif á ungu kynslóðina. Hann var að segja að flestir í hans kirkju eru 20 til 25 ára. Og talandi bænastundir, það eru 4 bænastundir á dag núna í kirkjunni. 4 bænastundir á dag. Hugsið ykkur, hann byggir allt á bæn. Við höfum verið að tala bæn, og við höfum sagt að þessi kirkja á að vera bænahús, og ég fekk svona, og við sem þarna vorum, vítamínsbrautu, ekki frá manni heldur frá heilögum anda, að það sem við viljum gera hægt að gera, af því að hann okkar hirðir. Jesús Kristur okkar hirðir. Amen. Og mér langar að já, hann ekki bara hirðirinn, hann líka þjálfarinn okkar. Sjáðu til, hann æfir hendur okkar til bardaga, segir í Sálmi 144:2, að þegar við erum í lífsins ólgu sjó, að þá vill hann vera með okkur. Og það svo grátlegt að það eru svo fáir sem eiga þennan áhrifavald í lífi sínu, og við, elsku systkini, þurfum að breyta því. Við þurfum að fara að biðja markvissara fyrir næstu kynslóð, og biðja markvissara fyrir því að fólk byrja að frelsast í þessum bæ, vegna þess að fólkið þarf á góða hirðinum að halda. Við höfum nóg af öllu hinu, og hann þráir að vera biskup, hann góði hirðirinn. Og ég var að skoða nokkra ritningastaði hirða, og í Hebreabréfinu að þá talað að hann yfirhirðirinn, 13. kafli, ég setti þessa ritningastaði á blað svo ég fljótur að finna þá, fljótari. 20. vers: Guð fríðarins sem leiddi hinn mikla hirði, hann hirðir sauðana.
Drottinn og Jesú frá dauðum með blóði eilífsáttmála, hann fullkomni yður í öllu góðu. Sko, hann áhrifavaldur til að fullkomna þig í öllu góðu. Allt sem að þér finnst ómögulegt, allt sem þú getur ekki gert, hann áhrifavaldurinn sem fullkomnar þig til að gera allt til góða. Hann þjálfarinn þinn og hann vinur þinn, hann með þér til þess að hjálpa þér að gjöra allt til góða og hans vilja. Og hann kemur því til leiðar í okkur sem þóknanlegt fyrir Guði, segir hér. Og svo það þessi Sálmur 23 að hann segir, Davíð, hann segir, Drottinn minn hirðir og mig mun ekkert bresta. Af því að Drottinn minn hirðir, þá mig mun ekkert bresta. Og við erum að tala sálina hérna. Við erum ekki endilega að tala peninga, við erum að tala sálina. Það svo margir sem eru með sálina sem örþrota lands, eins og við sjáum á eftir. Sálmi 143. Hann leiði mig að vötnu þar sem hann næði snjóta. Svo kemur þetta, hann hressir sál mína. Hann hressir sál mína. Hverjir eru stundum daprir í sál? Hverjir eru svona, já, það eru margir og yfirleitt vaknar fólk þannig, það dapurt og þeir sem eiga við það að stríða og þeir fara ekki fram úr rúminu af því að það eitthvað sem yfirtekur sálu þeirra. En ef þú hefur lært það að Drottinn þinn hirðir, þá ákallarðu nafni Drottinn og þú byrjar daginn, ríst upp í rúminu og segir Drottinn minn hirðir og þú finnur það að hann hressir sál þína. Það bara gerist, hann hressir sál þína, amen. Hann hressir sálina og hann leiði mig rétta vegu, ekki endilega langt fram í tíman, heldur bara í dag og á leiðinni fram í eldhús. Að hann leiði mig rétta vegu. Það sálin okkar sem að ræða. Hann biskup og hann hirðir sálar okkar og hann vill fá að vera áhrifavaldurinn. Hann vill ekki að þú hleypir öðrum áhrifavöldum inn í þitt líf. Það málið. Hann vill fá að vera áhrifavaldurinn. Alveg svo Páll sagði, verið eftirbreytendur mínir eins og ég eftirbreytandi Krist. Amen. En málið og já, það voru hérna fleiri staðir. Ég ætla að lesa hérna, hann kallaður yfirhirðirinn í 1. Pétursbréfi 5:4. Þá Jesús Kristur kallaður yfirhirðirinn. Og við skulum lesa hérna aðeins skyggnast inn í hugarheim Jesú Krist þegar hann var að ganga og það í Mattheusar Guðspjalli 9. kafla. Þar segir að hann fór alla borgir og hann kendi samkundum þeirra. Þetta 35. versið, Mattheus 9. Hann flutti þeim fagnaðarerindið ríkið og hann læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En hann sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstum þá, því að þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir engan hirði hafa. Það svo margir sauðir í dag að þeir hafa engan hirðir, og ef þeir hafa hirðir þá það rangur hirðir. Og svo segir Jesús, þess vegna bið ég því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Og það það sem við erum að gera og ætlum að gera og ætlum að eflast í, að biðja Herra uppskerunar. Og við viljum að taka bara, ég vil segja, við viljum taka fyrir markviss bænarefni og sjá bara Guð svara þeim og koma með það. Vegna þess að hann gerir það. Hann heyrir bænir. Ef við biðjum markvisst, þá svarar Guð. Og það sem vantar í þessa kirkju, við biðjum það inn í Jesú nafni. Við biðjum það inn. Halleluja. Og hann sá að mannfjöldin, hann var hrjáður þeir voru eins og sauðir sem engan hirði höfðu. Og það svolítið skrítið, þetta hróp líka í 4. Mósebók, að þar Móse í 27. kaflanum, vers 16 og 17. Móse að tala við Guð og hann ég veit ekki hvernig það var með Móse, það eins og hann hafi ekki séð
eftirmann sinn. Þetta hróp í hjarta hans, hann veit að hann að fara og hann hrópa til drottins, og þetta vers 16 í 27. kaflanum: Drottin Guð lífsandans í öllu holdi, setji mann yfir líðin sem gangi út fyrir þeim og gangi inn fyrir þeim, sem leiði þá út og leiði þá inn, svo söfnuð drottins sé eigi eins og hjörð sem engan hirði hefur. Og ég trúi því, systkini, að þar sem postuli, þar sem spámaður, þar sem hirðir, að þessir menn, þeir eru tengdir við söfnuðin til þess að fara fyrir honum, til þess að leiða hann inn, til þess að leiða hann út. Þeir hafa ábyrgð, þjónustugjafirnar eru til þess að bera söfnuðin uppi. Amen. Og það þetta róp sem við þurfum að bara endur varpa upp í himinin og segja: Drottin, reist upp þína spámenn, postula, hirða og kennara, svo að söfnuðurinn sé ekki eins og sauðir sem engan hirði hafa, til þess að fólki fari að vinna það verk sem að Guð hefur lagt niður í hjörtu þeirra eða okkar. Og þá segir Drottin við Móse: Takk þú Jósúa nún svo mann sem and í, legg hönd yfir hann, leið hann fyrir Elsa prest fram fyrir allan söfnuðin, skipa hann í embætti í augsýn þeirra, og þú skalt leggja yfir hann af tigþinni, svo allur söfnuður Ísraelsmanna hlýði honum. Og við sem þekkjum söguna vitum að Jósúa fór af stað og hann var hræddur, og vegna þess að Drottin sagði við hann: vertu bara hughraustur, ég með þér eins og ég var með Móse og ég ætla að vera með þér. En sjáðu til, andi Drottins var komin yfir hann. Móse hafði lagt af sínum anda þeirri tigg sem var yfir hans lífi, og hann fór af stað. Og það þetta hróp, trúi ég, bæði í heiminum og í kirkjunni, eftir leiðtón, að það komi einhver sem leiðir okkur rétta vegu, og að verk Guðs fái grundvallast og haldi áfram. Það auðvelt að byrja, en það er líka auðvelt að hætta. Og ef við lítum bara aðeins aftur á Jesú, að þá var það hans, hvernig hann starfaði. Hann var alltaf með einstaklingin í sínu hjarta. Það var alltaf einstaklingurinn, hann fór á eftir einstaklingurinn. Það var Pétur, það var Símon, það var Natanael. Hann var alltaf að tala við einn og einn. Og það blessaði mig í gær þar sem þessi maður fyrir þessari stóru kirkju sagði, hann sagði: við horfum aldrei á hvað koma margir á sunnudögum. Það skiptir ekki máli. Við erum með ákveði verkefni, við erum að biðja Guðs ríkið inn, og við biðjum markvisst, og við biðjum fyrir því sem við viljum sjá. Og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að biðja fyrir því sem við viljum sjá. Hjarta Jesú, það var alltaf eftir einstaklingnum, en það merkilega var að fjöldin fylgdi Jesú Kristi. Jesús var alltaf að bara elta og reyna að byggja upp einn og einn, en svo var það bara allur fjöldin sem byrjaði að fylgja honum þegar táknin og undrin gerðust. En ef við komum aftur aðeins að sálinni, þá er hérna í Sálmi 40 og 143. Það er bara Sálmur 143. Þar segir vers 3: Óvinurinn hann eltir sál mína. Drottinn, hann vil vera hirðir sálarinnar, en svo sérðu hérna að það er annar áhrifavaldur sem vil þrengja sér inn. Og hann slær líf mitt til jarðar, lætur mig búa í myrkri. Passion þýðingin segir: My enemies have chased and caught me and crushed my life into dust. Now I'm living in darkness of death's shadow.
Óvinir mínir hafa náð mér og hafa þrýst mér niður í rykið og nú lifi ég bara í skugga dauðans. Og síðan hrópar hann, flýt hér, bænheyra mig, drottin, andi minn örmagnast, byrgegi auglið þitt fyrir mér, svo ég verð ekki líkur þeim sem til grafar eru gengnir. Passjónbiblían segir hér, drottin, komdu fljótt og svaraði mér, því að þunglindið það bara versnar og ég það bil að gefast upp. Þunglindið bara fer versnandi, ekki yfirgefa mig eða ég dey. Og ég var að huglega þetta versað, hvað eru margir kristnir sem að berjast við þunglindi í dag, sem hafa hleypt öðrum áhrifavaldi, þeir hafa á einhvern hátt opnað fyrir óvini sálarinnar og hann kominn með tak og hann að þrýsta þeim niður, hann að ljúga þeim, hann að stela frá þeim og hann að gefa þeim lífið óbærilegt þó þeir eigi sigurinn í Jesú Kristi. Og málið það að við þurfum að hafa hirða og við þurfum að hafa hirða fyrir sál okkar og Jesús Kristur, hann yfir hirðirinn, og hann hjálpar okkur þegar svo komin. Og við sjáum hér að Davíð, hann hrópar, hann segir að sál mín eins og örþrota land. Og það það sem við sjáum svo mikið í dag, að sálarlíf fólks eins og örþrota land. Verk óvinarins eru allstaðar. Hvað heyrum við í fréttum? Yfir 40 sem hafa tekið líf sitt undanfarið vegna þess að þeir fá ekki fyllingu fyrir sál sína. Þeir eru að nota efni til þess að uppfylla sál sína. Allar geðdeildir fullar af hverju? Sálarlífið þetta flott fólk í kannski sterkum líkama og getur verið í ræktinu og allt það. En sálarlífið í steik, ef ég má segja svo. Af því að góði hirðirinn, hirðir sálarinnar sem fyrir okkur, fólk sér hann ekki og við þurfum að leiða fólk til hans. Það okkar ábyrgð að leiða fólk til hirðisins sem við eigum. Og þessi óvinur, það sagt að í Efesusbréfinu 2:2, hann starfar í þeim sem ekki trúa. Biblían segir það, óvinur sálar okkar, hann starfar í þeim sem ekki trúa. Amen. Á sama hátt og Guð starfar í þeim sem trúa. Guð starfar í þeim sem trúa, óvinurinn starfar í þeim sem ekki trúa. Amen. Og það svo fáir sem vita, það svo fáir sem skilja þetta, að það koma hugsanir og mér líður svona og ég verð að gera þetta, þetta ekki endilega þú, þetta óvinur sálarðinnar sem að reyna að þrykkja þér niður. Hann að reyna að ná tökum á lífið þínu. Þess vegna þurfum við að snú okkur eins og Davíð, hann gerði, ég breiði hendurnar á móti þér, sál mín sem örþrota land, flýt þér, bænheyra mig, drottin. Sjáðu, drottin, hann mun alltaf bænheyra þig ef að þú heill gagnvart honum. Hann mun alltaf bænheyra. Við höfum séð menn sem hafa verið svo bundnir, svo þjakaðir, svo þjáðir. Þeir hafa hrópað af öllu hjarta til drottins og hann hefur komið. Ástæðan fyrir því trúi ég, mín persónlega skoðun, að menn losna ekki að þeir vilja ekki gefa allt til góða hirðisins. Þeir vilja halda svona einhverju fyrir sig og þar fær óvinurinn að vera. Þar grassir hann. En ef þú gefur allt, þá hefur góði hirðirinn vald yfir þínu lífi og hann byrjar að hjálpa þér að gera þetta góða og fullkomna sem þér líður vel með. Amen. Þannig að óvinurinn, hann eltir sálina okkar og hann vill að við séum villuráfandi sauðir. Hann vill það. Jesús horfir á og hann finnur til með okkur og hann þráir að ná til okkar.
en hann getur ekki náð til okkar nema við opnum og við opnum alla dyr, öllum herbergjum í sálarlífun okkar, öllum herbergjum, gefum honum allt og þá getur hann komið inn og hreinsað og við lifum aftur í friði. Amen. Og vandinn hérna sami og var á dögum Ísraelsmanna. Það segir í Sálmi 81:14, ó að líður minn vildi heyra mig. Guð segir, ó að líður minn vildi heyra mig. En það bara var ekki þannig, þeir vildi ekki hlusta. Ó að líður minn vildi heyra mig. Sálmur 81:14, ef að lesa allt versið. 81:14. Ó að líður minn vildi heyra mig, Ísrael ganga á mínum vegum. Þá skyldi ég skjótt lægja óvinni þeirra, snúa hendi minni gegn fjendum þeirra. Ó að líður minn vildi heyra mig. Þá skyldi ég skjótt lægja óvinni. Ef að líðurinn vill bara hlusta, ef við viljum bara hlusta, þá kemur Guð og hann byrjar að ýta óvinni sálar þinnar í burtu. Það segir í Jakobsbréfinu að ef við gefum okkur Guði á vald og stöndum gegn djöflinum, þá það djöfullinn eða óvinnur sálarinnar sem byrjar að flýja. Amen. Þannig að og það líka ritningi, mér datt það í hug, það voru börn á fundinum í gær. Pabbi var að segja að fara niður í kjallara og drengurinn, svona kannski 10-12 ára, sagði, pabbi, við viljum ekki fara niður í kjallara. Jú, þegar farið niður í kjallara, það er dót þar sem þið getið notað. Við viljum ekki fara niður í kjallara, pabbi. Og ég sagði við pappan, þetta bara eins og í Jeremía, við viljum ekki hlusta. Jeremías spámaður var að tala og þeir sögðu, við viljum ekki hlusta á þig. Hann var með orð sannleikans, hann var með orð góða hirðisins, hann var að vísa þeim veginn svo að þeir getur lifað og fengið sálu sína uppfyllta, en þeir sögðu, Jeremía, við viljum ekki hlusta. Og þá segir Jeremía, taki þá eftir lúðurhljómnum, og þá var aðeins komið á annað stig. En þetta svo merkilegt að þó að menn séu bundnir, þó þeir séu þjakaðir, þó þeir séu í sárum, þá elska þeir ennþá myrkrið meira en ljósið, og þetta orðið Jesú Krist. Þeir elska samt myrkrið meira en ljósið. Hvernig má það vera? Að menn elska dauðan fram í rauðan dauðan. Og fólk skilur þetta ekki. Fólk segir þetta sjúkdómur. Já. Ef þú leifir óvinnunum nógu lengi að kremja þig, þá verður það sjúkdómur. Það byrjaði ekki, margt byrjar sem fíkn, margt byrjar sem óhlýðni. Sjáðu til, við getum haft óhlýðni við foreldra, það getur verið óhlýðni við löggjafan, það getur verið óhlýðni gagnvart leiðbeiningum. Það er mjög sár minning sem ég á 2 drengi á Siglufirði, það var reyndar áður en ég kom þangað, að þeir fara yfir girðingu sem stendur á háspenna lífshætta. Leiðbeiningin var þar, aðvörunin var þar, þeir fóru yfir og þeir létu lífið báðir. Og þetta er svo sorglegt, við höfum áhrifavald og við höfum áhrifavalda. Það segir góður er Guð, þess vegna vísar hann syndur veginn. Guðs orð er að hljóma allstaðar yfir Íslandi, á sjónvarpsstöðinni Omega, á Lindinni, í öllum kirkjum, og meira að segja hefur Guðs orð farið hérna út á göturnar í sumar. Við fórum hérna inn í Nettó, við fórum út á Nesvelli og við, það voru margir hópar sem fóru í Reykjavík niður á torg. Guðs orð hljómar, en hver vill hlusta? Hver vill hleypa góða hirðinum að inn í sitt líf? Og það var eitt hérna best sem að aldrei þessu vanda, þá fannst mér íslenska þýðingin best, og kannski segir guðfræðingurinn að hún sé ekki alveg rétt, en ég ætla að nota hana samt.
Það er Títus 2:12 og hér er góður áhrifavaldur á ferð fyrir sérhvern dag. Og það segir í Títus 2:12 og það er verið að tala náð Guðs. Og Jesús hann kom með náð Guðs. Góði hirðurinn kemur alltaf með náð Guðs inn í okkar líf. Og hér segir náð Guðs hefur opinberast til sálu hjálpar. Mér er svo gott þetta orð, sálu hjálpar. Ég vil eiga sálu hjálpara. Mann sem er í því að hjálpa sálu minni. Þegar ég ræð ekki við hana. Davíð sagði, hví ertu beygð sála mín, von á drottinn. Davíð var að tala við sálu sína og svo segir hann, lofa þú drottinn sála mín. En hér er náð Guðs sem kemur inn þegar mér líður illa, þegar ég er ekki að höndla, mér finnst ég ekki lifa samkvæmt mínum standard, þá kemur náð Guðs til sálu hjálpar. Og hún er til fyrir alla menn og Passjónbiblían segir að hún hjálpar okkur á hverjum degi. Hún hjálpar okkur á hverjum degi. Það er náð til sáluhjálpar öllum mönnum. Spurningin er, finnum við þessa náð? Erum við að finna þessa náð? Sálmur 139 og vers 7, þar segir okkur, þar segir hann, hver get ég farið frá augliti þínu? Hver get ég farið frá augliti þínu? Þó ég settist að við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín að leiða mig. Og ég man eftir manni hérna sem sagði mér að hann hefði reynt að fara á stað þar sem Guð fyndi hann ekki, en Guð bara fór á eftir honum og tók hann tilbaka. Og þannig að það er bara þannig. Hvert get ég farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu, þó ég stíg upp í himinin, þá ertu þar, þó ég gerði undirheima að hvílu minni, sjá þú ert þar, þó ég lyfti mér á vangi morgunroða, settist við þið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Ok, hér sjáum við, þú getur ekki, Guð veit alltaf hvar þú ert. Hann veit alltaf hvar þú ert. Þú getur aldrei falið þig fyrir Guði. En það eru góðar fréttir hér. Ef við förum í Kólossubréfið 3:3, Kólossubréfið 3:3, þá segir 3:2, við skulum lesa það samhengisins vegna, hugsið það sem er hið efra en ekki það sem á jörðinni er, því að þér eru dánir og lífið þar er fólgið með Kristi í Guði. Hérna segir að sálin mín, ef ég kem til Krist, þá felur hann sálina mína og sálarlífið mitt og allt lífið mitt fyrir óvinnum. Sjáðu, þú getur ekki falið þig fyrir Guði, en þú getur falið þig fyrir þessum óvinni. Og það eru margir sem hafa upplifað það að þeir hafa falið líf sitt í Kristi. Þannig að óvinnurinn, þeir þekkja ekki óvinnin lengur og ég man alltaf eftir því þegar einn bróðir frá Færeyjum sagði, Kiddi, hann var alveg búinn að gleyma óvinninum. Hann mundi ekkert eftir honum. Hann sagði, ég er búinn að gleyma því að ég var alki. Ég var? Alki. Já. Hann var alki. Þegar hann frelsaðist, þá hætti hann að vera alkoholisti, hann var nýsköpun í Kristi, sálarlíf hans var hulið og falið í Jesú Kristi, hann fór aldrei á svo kallaða AA-fundi, hann upplifði það að Jesús frelsaði hann og svo bara gleymdi hann fíkninni, fjötrónum sem óvinnurinn hafði, og það voru 20 ár, takið eftir því, sem óvinnurinn hafði valdið við líf hans. Hann var í eiturlyfjum, hann var í áfengisdrykkju og hann segir, þetta er svona 5 árum eftir að hann losnar, þá segir hann, Kiddi,
Finnst þér ekki einkennilegt? Ég er búinn að gleyma þessum hluta lífs míns að ég var í fjötrum. Svo segir hann, er ekki Jesús dásamlegur? Amen. Og af hverju viljum við ekki koma til hans sem að hefur lífið og koma og inn í þessa hvíld? Og ég ætla að segja að kallið hljómar enn, komið til mín allir þér sem erfiðið og þungar byrðar hafið og ég mun veita yður eða sálum yðar hvíld. Ég vil frelsa ykkur frá valdi myrkurs og leiða ykkur inn í mitt ríki, segir Jesús. Þannig við getum lifað á þessari jörð í tveimur heimum. Við getum lifað og leyft óvininum sem að starfa og í gegnum okkur og hafa vald yfir hugarheimi okkar, eða við komum og til Jesú Krist og frelsumst fyrir hans fórnar dauða og hann verður okkar réttlæti, hann verður okkar vísdómur og hann verður okkar heilagleiki. Þannig að okkar er valið í dag að gera þennan góða hirði sem þráir. Hann horfir á, hann fylgist með og þegar við hellumst úr lestinni þá fylgist hann með. Hann er að horfa, hann sagði ég bara sendu til týndra sauða af Ísraels. Hann vildi fara á eftir sauðunum sem voru týndir og hann vildi koma með þá aftur inn í sauðabyrgið. Og það eru margir sem segja til hvers er þetta allt saman, til hvers erum við hér, hvaðan komum við, hvað erum við að gera hér, hvert förum við? Jú, Guð, hann skapaði okkur í sinni mynd. Hann skapaði okkur í sinni mynd. Það er þess vegna sem við höfum þörf fyrir samfélag. Amen. Amen. Þannig að góði hirðirinn, hann vill vera biskup og hann vill vera með þér á hverjum degi þér til sálu hjálpar. Og við skulum bara enda þessa predikun á því og við þökkum bara þeim sem er að horfa og kveðjum frá Hvítasunnu kirkjunni í